ábyrgð það hvernig pólitísk ábyrgð öxluð. Ég meina við höfum líka verið að rífast þetta í ansi mörg ár. Hvenær það sé tilhlýðilegt að stjórnmálamenn þurfi að axla einhverja pólitíska ábyrgð með því mögulega að stíga til hliðar. Við erum til dæmis með einn ráðherra þinni ríkisstjórn sem héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu hún hafi brotið lög við skipun dómara í september og niðurstöðu Hæstaréttar að vænta í því máli. Rædduð þið það eitthvað í stjórnarmyndunarviðræðunum hvernig tekið á þeirri niðurstöðu? Ef hún á þann veg að niðurstaða héraðsdóms staðfest? Nú er eftir að sjá niðurstöðu Hæstaréttar og í þessu máli og niðurstaða héraðsdóms, þar eru þetta gerðar athugasemdir við framkvæmdina á þessu máli sem eru ekkert ósambarlegar þeim athugasemdum sem ég gerir sjálf við framkvæmd þessa máls. En pólitísk ábyrgð, hún auðvitað er að mörgu leyti menningabundin. Við skiptum ekki ég held að það sé það sem skiptir mestu máli í stjórnmálum á Íslandi og þá er ég ekkert að tala þetta mál frekar en einhver önnur mál. Að hér hefur auðvitað ekki verið mikil hefð fyrir því til að mynda að ráðherrar segja af sér eða eitthvað slíkt, það hefur bara ekki verið hluti af menningunni og ég held að það sé mjög erfitt að breyta því yfir nótt, bara svo maður segi það alveg hreint út. Það er ekkert sem við gerum 1, 2 og 3, það er ekkert sem við gerum með einhverju reglusetningu og öðru slíku. Mikilvægasta hlutverk mitt að minnsta kosti sem tengist því sem ég er að ræða hér siðareglur og hagsmunaskráningu og hvernig við tölum um mál þegar þau komu. Það er að reyna að stuðla því að við tölum þessi mál með kannski öðruvísi hætti en gert hefur verið. Finnst þér í lagi að ráðherra sem stýrir þessu ráðuneyti, dómsmálaráðuneyti, fái á sig dóm frá Hæstarétti? Já, það má auðvitað ræða það að ráðherrar hafa nokkrir hverjir fengi dóma í gegnum tíðina fyrir lögbrot í sínum embættisfærslum. Já, en þú stendur með Sigríði Andersen í þessu máli. Þú ert að tala núna að horfa til framtíðar og bæta kerfið og bæta það hvernig staðið er að þessu, en stendur þú með henni? Ég stend með því sem ég sagði í vor og tel að það hef verið staðfest í dómi Hæstaréttar, en í vor kallaði ég ekki eftir afsögn ráðherrans ef það er það sem þú ert að vísa til og ég geri það ekki núna og hef ekki almennt lagt það í vana minn, hvorki stjórnarandstöðunni ríkisstjórn að horfa endilega á það að ráðherrar ber að segja af sér þegar svona hlutir gerast, heldur verðum að horfa á það hvernig við getum látið þetta kerfa virka þannig að það sé hafið yfir vafa. Í ljósi þess að þetta mál, þarna er ráðherra þessa málaflokks, með þetta mál, skipun í millidómstig og Hæstiréttur kemst að þessari niðurstöðu. Ég meina, hún geti þá verið í einhverju öðru ráðuneyti. Ég meina, vera hennar í þessu ráðuneyti? Mikilvægast af öllu. Finnst þér þetta ekki skipta? Já, mér finnst það skipta öllu máli hvernig við lærum að þessum dómi.